Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Aðal samstarfsaðili hlaðvarpsins Nettó og mig langar að hvetja alla til þess að sækja samkaupa appið. Það bæði hægt að sækja það í App Store eða Google Play og þegar þú verslar þá færðu 2% af vöruverðinu tilbaka sem inneign í appinu. Og einnig eru reglulega auglýst sérstök apptilboð þar sem að veglegur afsláttur veittur af ákveðnum vörum og hann skilar sér einnig inn í formi inneignar. Þannig að þú skalt ekkert tvínuna við hlutina, bara sækja samkaupa appið og byrja að spara. Þáttur dagsins tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar og sjálfsögðu ég með frábæran gest eins og venjulega. Hjá mér í dag engin önnur en hún Eva Rúsa sem skemmtikraftur, útvarpskona og margt meira. Já, hjartanlega velkomin. Margt fleira. Takk fyrir það. Hver Eva Rúsa? Hvernig lýsir þú sjálfur þér? Ég veit það erfitt. Vá, þetta svo vítt hugtak. Hver Eva Rúsa? Sko? Hugtak, eins og ég sé eitthvað hugtak. Sko, ég fyrst og fremst bara mamma og eiginkona og ég ótrúlega mikið fjölskyldukona bara, þú veist, hvað sem eru börnin mín, maðurinn minn, mamma, pappa og systur mín, sko. Þannig að, þú veist, fjölskyldan alltaf númer 1, 2 og 10 hjá mér, sko. En svo ég líka með vinnu. Ég líka í vinnu, sko. Þar ég, skemmtikraftur, útvarpskona, vinn líka í sjónvarpi. Ég eiginlega bara svona þú veist allt múlíkt bara. Já. Þú veist, það eiginlega bara mér líður eins og það sé ekkert sem ég get ekki gert, skilurðu. Þú veist, hvort sem bara eitthvað að fara upp á svið og syngja tónleikum eða whatever, þú veist, ég bara eitthvað svona, ég hræðist ekki að gera það, skiljiði. Þú veist, ef það eitthvað sem að ég þarf að performa, ég þarf að ná í eitthvað hæfileik inni hjá mér, eitthvað svona það sem ég að gefa mér, að þá ég bara eitthvað, já, ég get örugglega gert þetta. Vel gert. Hefur alltaf verið svona? Ég hef alltaf verið svona. Já. Og þú veist, rosalega mikið sjálfstraust inn í mér, skilur að finnast ég geta gert allt. Sem að náttúrulega búið að hjálpa mér rosalega mikið, þú veist, og þetta ekkert að vera eitthvað hrokafull að finnast ég geta gert allt. Því að þetta bara eitthvað svona inn í mér að mér líður bara eins og ég geti gert það, skilur, og það ekkert eitthvað að mér finnst ég vera eitthvað best í öllu, skilur, þetta bara eitthvað svona, ég ekkert besta söngkonan, ég veit ekki samt sungi á sviði og þú veist, náð fólki þá með mér í, þú veist, þó að sé ekki söngurinn þá bara í, þú veist, öllu atriðinu sjálfu, þannig að þannig að það eiginlega bara svona, ef þetta eitthvað sem en ef ég ætti að fara að búa eitthvað til endilega eitthvað, þú veist, eitthvað annað en blómvendi sem ég gerði í 20 ár, þá kannski ég ekki besta manneskjan, baka og elda og eitthvað svona, þú veist, ég veit að ég ekkert góð þar en mér finnst það gaman. Þannig að þannig að það bara, þú veist, ég eiginlega bara allt sem krefst þess að ég þurfi að koma einhvers þar fram og gera eitthvað. En að þú veist að tala sko sjálfstraust án þess að fólk upplifa það sem eitthvað svona sér góð með þig, það akkurat það sem ég heyri. Að fólki finnst þú svo frábær af því að þú ert einmitt ekki svona eins og sérst eitthvað góð með þig. Skilurðu? Já, ok, gaman að heyra. Já. Finnst þú bara frábær? Já, ég bara gaman að heyra af því að þú veist, maður áheldur ekkert eitthvað að hugsa bara eitthvað, ég vil ekki eitthvað, ég hljóma eitthvað hrokafull núna því að mér finnst ég vera góð, þú veist, mann má alveg finnast maður að vera góður í hlutunum og góður í því og ég veit að ég góð í því sem ég að gera. En á sama tíma ég alltaf bara eitthvað, þú veist, eins og ég kemur þetta pikk málið til þín en ég samt í joggingalanum því að það fyrsta sem ég geri þegar ég kem heim að fara úr og ef ég væri ekki að fara að skemmta á eftir þá væri ég búin að taka með make-upi líka þannig að það mjög stutti í króatísku sveitakonuna sko, sem var liggur bara upp í sófa með ekkert make-up og bara, þú veist, blautt hár til hliðar sko, frá glimmergelunni sem fólk sér mig. Það samt svo dásamlegt og þú veist, þú kemur bara til dýrana eins og ert. Já, það líka bara eina sem virkar. Þetta væri ótrúlega erfitt að vera í þessum bransi að maður alltaf vera að setja upp ykkur að grímu eða alltaf að ná í eitthvað karakter sem maður þyrfti að performa með á sviði eða í útvarpi eða sjónvarpi eða eitthvað. Þannig að þú veist, það fólk bara what you see is what you get. Og þú veist, þannig ég stend bara fell með því. Það aðeinslegt. Já. En hvernig leitistu út í þennan bransa sem þú ert í núna? Sko ég hef alltaf sagt, ég hef sagt það í nokkrum podcastum áður að þetta, þú veist, ég var löngu byrjað að undirbúa þessa leið mína
bara frá því ég var barn sko. Okay. Þú veist, þá var pabbi alltaf með, þú veist, gömlu vídeókamerurnar og það til svo ógeðslega mikið af myndefni frá því að við erum litlar því hann var alltaf með myndavélina og mamma eldi okkur út allt og þú veist, ég að segja honum að sækja myndavélina til að við getum verið með tískusýningu sem hræðilegt að horfa á í dag. En þannig að ég hef alltaf hugsað, þú veist, ég var held ég fyrir löngu bara þegar ég var lítil, bara vita hvað leið ég ætlaði að fara þó ég vissi það ekki, en svona eitthvað í undirmeðvitundinni minni hefur alltaf verið að ýta mér í þessa átt og svo vann ég í blómabúð með mömmu í alveg 20 ár, bara ég vann þar með menntaskóla og ég, þú veist, fór ekkert í háskóla eða neitt, þú veist, ég bara byrjaði í blómabúðinni þegar ég var, og ég hélt að það yrði leiðin mín, skilur að vera bara áfram með blómbúðinni og svo byrjaði ég að skemmta 2015 held ég. Þá byrjaði ég að svona, þú veist, fyrir alvöru að gera þetta. En það var alltaf bara eitthvað svona það var bara svona side job. Ég var bara með glimmerkjólina með mér upp í búð, þú veist, að klæða mig eftir að ég var búin að loka búðinni og FaceTime að krakkana, því þá voru þau náttúrulega bara lítil, þeir eru 15 ára í dag, en 2015, þá eru þau 6 ára. Þannig að þú veist, sem gott, þú veist, þetta voru ekki eitthvað pínulítil börn sem ég var að fara frá kvöldin, þau voru komið vit í kollin og svona er ég velgift, þannig að ég var aldrei upplifð eitthvað svona, mammu samvinskupið, skilju, þetta var aðalega mömmu samvinskupið að því ég var svo mikið í blómbúðinni, sem var allir dagurinn, skilju, þannig að ekki kvöldina, því þá vissi ég að þau voru bara að fara að sofa. Þannig að ég var bara eitthvað búin að loka búðinni og svo var ég bara eitthvað bak við að klæða mig í kjóla og bara beint í giggi og þannig var þetta hjá mér alveg í rosalega mörg ár. Við seljum búðina semst fyrir 2 árum síðan og það var bara rosalega mikið léttir fyrir mig. Þú varst að vinna þar alveg þangað til? Já, þú veist, þá var ég bara, ég og mamma vorum bara 2 í búðinni og það var ótrúlega mikið léttir fyrir mig þegar þú veist, mamma náttúrulega spurði mig, þú veist, vilt þú taka við þessu, skilur, og halda þessu áfram og ég var bara eitthvað svona, og ég er svo hissa að ég hafi verið bara, nei, ég vil það ekki, þú veist, eftir allan tíma því að ég er svo mikið kassakona, þú veist, ég vil bara vera í örygginu mínu, þannig að þú veist, það var svo skrítið að ég hefði ekki sagt bara eitthvað, jú, ég ætla að halda bara áfram alveg eins og ég er að gera núna og bara, þú veist, vera í örygginu mínu, þú veist, ég veit hvað ég með í laun, bara, þú veist, ég veit nákvæmlega hvað ég er að gera þetta, veit hvernig dagarnir eru, en ég var bara eitthvað svona, nei, ég held að þetta sé bara komið gott hjá okkur báðum og það var líka léttir fyrir mömmu að því að fólk heldur að blómabransin sé í alvörunni ótrúlega krútilegur heimur sem var bara eitthvað dúllast við að setja blóm sem það vissulega er en þetta er svo mikil vinna þegar þú átt þína eigin blómabúð, þú er bara 24/7 í vinnunni og þú ert ekkit bara mæti í vinnuna þegar búðin er að opna, þú fer út klukkan 8 á morgnana að þú veist eldast við að sækja blómin þannig að þú sétt með fersk blómi, þú veist þetta er bara alla daga ársins Akkurat. Í vinnunni, þú veist nema 2 dagar sem er jóladagur og nýjástagur eða eitthvað, þannig að þú veist þetta er ekki bara eitthvað þú ert ekki að ganga á rósrauðu skýi þegar þú vinnur í blómabúð sko. Og ekki dansa á rósum heldur bara. Nei, alls ekki sko þannig að þannig byrjaði þetta bara og svo þegar ég tók ákvörðuna með að hætti í blómabúðinni þá bara, og systir mín sagði við mig bara, ertu viss Eva, þú veist ekkert hvernig þetta verður þó sem ég er bara að bóka þig núna eitthvað, en þú veist hvað gerist þegar þú hættir þú veist, og þá hugsaði ég bara fuck it, ég get ekki verið að hugsa þannig og því að þá ger ég þetta bara ekki þú veist, þá get ég alltaf verið bara svona þetta hefði örugglega ekki gengið upp þannig að, og það er aftur í ótrúlegri mótsögn við sjálfa mig, af því að ég er svo mikið öryggiskona sko, en þarna bara tók ég bara skrefið og við mamma bara löpum frá blómbúðinni og það var bara eins og einhver flóðgátt hefði opnast og ég er bara það er bara aldrei verið meira að gera hjá mér heldur en þú veist eftir að ég hætti í blómbúðinni en það var bara því ég gæti sagt já og þegar maður segir svona, þegar maður hendir svona mikið að já út í kosmosið það kemur þetta alltaf timmans tilbaka þannig að það er það sem er svo beauty við þetta sko, það var rosa saga, vá Það er bara skemmtilegt. Þannig að þú ert aldrei verkefnalaus. Nei. Alltaf nóg að gera. Já, nema bara í júlí en það er bara því að ég, þú veist, stróka mig út og bara, þú veist, þá þarf ég bara að hlaða, þú veist, ég þarf alveg að hlaða batteríin og ég finn það núna, ég er búin að vera að skemmta nánast upp okkur einustu helgi síðan í bara byrjun janúar, þú veist, held ég að þetta séu 2 helga frí og það er páskahelgin og 1 helgi sem ég bara strókaði mig út og sem ég er ótrúlega þakklátt fyrir því það er ekki sjálfgefið og en svo er ég líka svo bara mér finnst ég bara að vera svo heppin að þetta er ekkit bara að þú veist ég að skemmtum helgar á okkur giggum heldur er það líka bara
alls konar öðruvísi verkefni, þú veist, ég er ekki bara eitthvað upp á sviða skemmt, þú veist, að ég er svo mörgu öðru líka sem að næri svo mikið svona listamannin sem er inn í mér, skilurðu. Svona andleg næring. Andleg næring, sko. Þannig að ég fæ að gera svo mikið annað heldur en bara vera upp á sviða skemmta þó að það sé, þú veist, 90% af því sem ég geri. En þú veist, en bara það líka vera í, þú veist, með bráðavaktin á K100 með Hjálmari vinni mínum og við náttúrulega erum alltaf saman. Ég líka og jafn mikið með honum eins og mannunum mínum. Og þú veist, þannig að, þú veist, og svo sjónvarpsverkefni og alls konar, þannig að ég fæ að frílansa svo mikið inn á milli, sko. Þannig að það er svo ógeðslega gaman og mismunandi viðburðir og þannig að, já. Þannig að þetta er ekkert bara kvöld og helgar, þetta er fara að vera meira líka bara svona alls konar yfir daginn. Já, ég er bara, þú veist hvað, núna er miðju 50 dagur. Já, þú veist, ég er að vinna í kvöld og þú veist, að fara að vinna á þriðjudaginn og þannig að þetta er bara, þú veist, svona stóru viðburðir eru vanalega helgar. Og en það er eitthvað svona, það var einhver sem spurði mig daginn og finnst þér ekki leiðilegt að þurfa að vera alltaf að fara að vinna helgar og ég er svona ég er búin að gera þetta svo lengi að þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er bara vinnan mín, þú veist, bara alveg eins og pabbi minn er búin að vera þjónn í 50 ár, þú veist, og ég veit bara hvernig hann vinnur, þú veist, það er öll fjölskylda með neri í vaktavinnu og alls konar vinnutím, það er enginn á okkur sem vinnur 9-5, sko, þannig að ég þekki bara ekkit annað og þannig að ég var með líka það sagði þá við hana, ég eitthvað svona já, en þú veist, jú, ég er að vinna nánast allar helgar nema ég, þú veist, vita, ég sé að fara að gera eitthvað og strókaði mig bara út og eitthvað, þannig ég get sem betur fyrir stýrt til líka, en að, þú veist, ég er heima þegar börnin koma heim úr skólanum. Þú veist, þau voru komið úr skólanum núna og ég var að baka bananabrauð sem er heitt núna heima, byrja því ég komi heim í kaffitíma, þannig að þú veist, það er alls konar þessi moment sem ég fæ, sem ég er, þú veist, 100% staðar heima, skilurðu, sem að ég er í staðan fyrir að vera eitthvað heima á laugardagskvöldi bara eitthvað upp í sófa og einhver að gera eitthvað í símanum með tölvunni eða eitthvað starf, þannig ég fæ svo mikið af svona dýrmæta tímanum mínum bara yfir daginn sem ég misti af til dæmis þegar ég var í blómabúðinni, af því að þú veist, ég náttúrulega var í blómabúðinni, var heimavinnandi samt í 2 ár eftir ég eignaðist, ég semst á tvíbura og var heimavinnandi í 2 ár með þau heima, meina þau voru lítil og svo náttúrulega fór ég bara aftur í blómabúðina, þannig að þú veist, mér líður stundum eins og ég hafi smá mist af þeim eitthvað svona þegar þau eru lítil af því að maður var alltaf svona eitthvað bara að ég veit ekki, bara eitthvað hendi þeim í leikskólan, svo var ég að vinna svo sótt ég þau og svo var ég að vinna náttúrulega þú veist, alls konar fyrirparti að setni parti í blómbúðinni þannig að mér finnst ég að mista meiru á þeim tíma heldur en núna í setni tíð þó það sé svona, þú veist, fólk sé mig út um allt og ég er bara svona, en ég er samt meira heima heldur en nokkuð tíman áður sko. Ég heyrði þetta því ég var að segja ráðan ég hefði verið flugfreyja í nokkur ár og það er mynd svo margir sem elska það við flugfreyjustarfið að þeir eru stundum með frí á virkundugum þegar aðrir eru og þetta að vera stundum heim og taka móti börnunum sínum allt þetta en finnst þér að þegar þú sagðist vera kassakona finnst þér að þú þurfa að búa til einhverja rútínu í þessu rútínuleysi? Sko, já, ég upplifa rosa mikið fyrst eftir ég hætti blómbúðinni mér fannst það rosalega óþælt að ég er svo mikið einmitt rútínukona, sko, ég vil hafa rútínu og ég einmitt var að vinna sem flugfreyja í 3 ár á sumrin með og þegar krakkarnir voru litlir og þá upplifi ég svo ógeðslega mikið að þetta hentaði mér svo hræðilega illa og ég er bara eitthvað, ég hugsa flugfreyjustarfi í dag og ég er bara eitthvað shit, þetta er svo, ég get ekki hugsað þetta starf, sko, en ég held að það var líka að spila inn í, þú veist, þau voru svo lítil þegar ég tók þessi 3 sumur, sko en þá upplifi ég rosalega mikið svona rútínuleysi og bara fann bara hvað hentaði mér ekki, af því ég bara þarf svo rútínuna mína. Þess vegna hætti ég einmitt. Já, einmitt. Það er líka rútínu. Já, og en svo þegar ég hætti í blómbúðinu þá fór ég alveg í gegnum smá tímabil sem ég fannst ég vera svolítið í lausu lofti og mér fannst það ekki gott, sko, þú veist, það var alveg nóg að gera hjá mér og eitthvað svona, en þess á milli þá var ég bara svona ok, hvað á ég að gera núna, þú veist, ég er ekki að fara að opna blómabúðina eða þú veist, taka við að mömmu og loka eða eitthvað, en þú veist, en svo er ég alltaf með hreyfinguna. Ég ætlaði að spyrja, hvernig er típiskur dagur hjá Everúsu? Já, þú veist, það er bara, þú veist, krakkarnir fara í skólan 8:30 og klukkan 8:30 er ég mætt annarkvort í bootcamp í sporthúsinu, þú veist, í himnastigan, þar sem þú hefur oft séð mig, í himnastigan í Austurbölum í Kópavogi og eða út að hlaupa. Þú veist, og þetta er bara, þú veist, þetta er bara mín byrjun á deginum og
og þetta ókslega fyndið, stundum er ég svona 8:30 og svo ég bara svona, ok, ég náði ekki að fara á æfingu í morgun því ég var eitthvað í tökum eða whatever, og þá ég stundum bara svona kemst ég ekki á æfingu í dag þú veist þetta, og maður veist að hugsa þetta allir, en svo ég bara eitthvað, kem ég heim og þá ég bara, þú veist, pikk máluð en bara út að hlaupa, bara því ég veit að það nærir mig svo mikið og þú veist, mamma stundur bara svona, Eva, viltu ekki aðeins, þú veist búin að vera rosalega mikið núna undanfarið eitthvað að skemmta og gefa af þér orkuna þína og eitthvað svona, viltu ekki aðeins svona, þú þarft ekki, það gerist, skiptir engu máli þó sleppir einni æfingu og þetta er ekkert eitthvað svona manist hjá mér en eitt þannig sko, en þá bara, þú veist, ég finn þetta bara hleður orkuna mína, þú veist, ég finn, þú veist, sama hversu þreytt ég að mæta á æfingu á mánudegi í bootcamp eða eitthvað, að þá hugsa ég bara, ok, þá ég bara aðeins þreyttar á þessu æfingu og það allt í lagi þó ég sé bara 50% hérna en ekki, þú veist, 100%. Hérna, og það var svo gott þegar ég fattaði það, að ég, þú veist, bara það að mæta á æfingu og þó maður sé ekki alveg 100%, það ekkert allir 100% alltaf. Það bara skiptir ekki máli, bara þú veist að fara í, þó sé ekki bara nema að fara í félagskapin og fá, þú veist, í sálina sko. Akkurat sem ég hugsa, félagslega heilsan svo stór hluti af þessu og bootcamp náttúrulega þekkt fyrir að vera bara með sérstaklega svona góða móral. Rosalega, og ég búin að vera í bootcamp sko, ég byrjaði í bootcamp fyrst fyrir 17 árum eða eitthvað, bara þegar þeir byrjuðu Hagkaup í Skeifunni, þeir byrjuðu þar sko. Já. Og þannig að ég búin að elda bootcamp síðan, ég hef aldrei, þú veist, maður tekur eitthvað svona pásu við sumarið og svo þú veist, ég átti börnum mínu og eitthvað svona, en ég kem alltaf aftur af því að þetta það bara eitthvað við andan sem þarna inni sem bara ótrúlega gefandi, sko. Þannig að þú ert eiginlega slá 2 flugur í einu höggi. Já, og ég svona hópdýr, sko, þú veist, mér finnst rosalega gott að vera í kringum fólk og mér finnst stundum hundleiðilegt þegar ég einhvers staðar ein út að hlaupa eða eitthvað, en svo stundum finnst mér það ógeðslega næs bara þegar ég get bara slökkt á hausnum og verið bara að hlusta á okkur lag og enginn að trufla mig, sko. En hérna, en svo félagslegi parturinn í bootcamp svo miklu meira heldur en bara mæta á æfingu og hitta ykkur að vin, þetta er eitthvað svona allt annað dæmi, sko, sem fer í gang. Þannig að hvað myndir þú segja að heilsa hvað heilsa fyrir þér? Ég spyr alla sem koma til mín, hvað heilsa? Já, hvað heilsa? Sko, það held ég bara þetta að mér finnst eiginlega sko andlega heilsan vera eiginlega lykillinn að allri annari heilsu. Af því að ef andlega heilsan heil að þá allt annað svo miklu auðveldara. Þú veist, þá auðveldara með að fara í ræktina eða hlaupa eða þú veist hvaða hreyfingu sem þú veist þér líður vel í að gera, þú veist sama hvað þú veist boccia eða þú veist keilu eða eitthvað, bara að þú sért eitthvað, þú veist þegar þú ert með andlegu heilsuna í lagi þá held ég að það svo auðvelt að vera svona, já ok, ég bara peppa fyrir æfingu, þannig að þú veist ég myndi alltaf segja að númer 1, 2 og 10 að hugsa andlegu heilsuna því það kemur alltaf bara gott í kjölfarið af því. Þannig að er það svar sem að virkar? Algjörlega. Já, virkar það svar? Enginn að dæma hér, sko. Já. En það bara svo skemmtilegt, finnst mér að, sko, ég búin að taka 40 eitthvað þætti og það eiginlega enginn með eins svar, nákvæmlega eins, en það er samt svo gaman hvað það einmitt svona keimlíkt. Já. Og og maður oft maður ekki búin að hugsa, heilsa, býtu, já, hvað það eiginlega? Svona. Já. En hvað hefði til dæmis úlingurinn Eva Rósa svarað? Heldur að það hefði verið annað? Hún það örgulega sagt bara mæta á æfingu, þú veist, ekkert pælt endli andlega, þú veist, ég rosalega hef alltaf verið með ótrúlega létt og auðvelt skap og það hefur sem betur verið ekki háð mér að vera skapmikil, en ég hef alltaf verið bara frá því ég var barn, þú veist, hvort sem það var, þú veist, ég byrjaði, mamma sett mér í ballett, fyrsta held ég sem hún gerði var að setja mér í ballett og samkvæmisdansa sem að drep fyrir mig, sko, ballett sérstaklega og þá ég bara að tala fyrir sjálfa mig, ég veit að fullt af ballerum að núna sem elska ballettin en þetta var allt og hægt fyrir mig, þú veist, það var ekkit fútt í þessu fyrir mig, sko. Svo fór ég í jazzballett og mér fannst það gaman, sko, þú veist, að dansa og vera í því, sko, en ég fann samt svona eftir á, svo fór ég í handbolta, prófaði ég handbolta í Breiðablik með bestu vinkonu minni og þá var ég bara, ok, hér á ég að vera. Þarna var þetta liðsheildin, þú veist, liðið þar sem að maður svona upplifi líka eins og í bootcamp í dag, þú veist, þetta lið, við erum bara liðarninni, við erum öll að gera þetta sama, þú veist, sama á hvaða tempói maður og þar var bara
bara besti tími lífsmíns líka við, bara handbolta árin sko. Félagsveran Eva bara Já, alveg sko, og þar eignaðist ég bara mína bestu vinkonur og og alltaf þakklátt þessari henni auðminni fyrir að draga með á þessa æfinga því hún ekki hætti í þessum jazzbolt og kom á handbolta og ég bara eitthvað nepp, svo var ég bara eitthvað, ok, ég prófa eina æfingu og þá var ég bara eitthvað, mamma, getur sleppt ég að fara með mig í jazzbolt, ég ekki að fara tilbaka. Hvað varstu gömul þá þegar þú varst í handboltanum? Ég hef ekki byrjað 12 ára eða eitthvað, ég held það, 12 ára cirka. Varstu lengi? 11-12. Já, alveg fram að menntaskóla árunum sko. Þá datt ég út og fór að æfi vörklass og eitthvað svona verið eitthvað gæla og eitthvað. En í dag held ég að þetta breytist bara svo mikið tímarnir. Þú veist, í dag held ég bara eins og menntaskólinni í Kópavogi kom með þessa afreksbraut. Þú veist sem systurdóttir mín 19 ára á og hún á fullu í handboltanum og bara eina efnilegustu handboltakonum landsins og hún á afreksbrautina því að þú veist hún fær einingar fyrir að vera í handboltanum og það er að vera ít undir að þau sé að spila sportið sitt. Þannig að ég held alveg að ef það hefði verið eitthvað svona motivation bara með menntaskóla, með íþróttirnar, þú veist, þá hefði maður kannski haldið aðeins áfram sko. En svo á sama tíma þá ég bara eitthvað alveg, þú veist svona leiðin átti bara að vera svona, ég átti bara að hætti í handbolta þarna og fara að gera þetta því það leiddi mig hingað, ég trú alltaf því sko, allt sem gerist á að gerast sko. Það er fallegt en ég er alveg sammála með sko úlingarna því bæði er ég að kenna íþróttir í framhaldsskóla og svo á ég sjálf úlinga og þetta er bara akkurat eftir 10. bekk, það er svo ótrúlega margir sem hætta ég veit það í íþróttinu sinni og minnst þetta svo sorglegt og maður svona, þú veist sem betur fyrir en hún til dæmis rosa mikil fyrirmynd, hún Amelia mín systurdóttir mína, hún er ótrúlega mikil fyrirmynd bæði systra sinna og barnana minna og bara hún og dóttir mín eru bestu vinkonur þó að sé ykkur 3-4 ára milligara og nei, býtum við, hún er það er 4 ára milligara og mér finnst það líka vera svo geggjað að þú veist, þau eru með þessa fyrirmynd og hún er að dóttir mín er semst að æfa handbolta og hann er í körfubolta og þau eru bæði að horfa bara, ok, afreksbrautin er það sem er bara ógeðslega gaman, bara við getum fengið að æfa sportið okkar og fá svigrum til þess. Það eru fleiri skólar að fara að taka þetta upp núna, alls konar svona afreks sko val og afreks þá sé ekki endilega brautir, en mér finnst þetta svo mikilvægt að létta undir með nemendum sem eru svona afreks í sín íþrótt því að þetta eru yfirleitt skipulagður og duglegir nemendur þeir eru þannig þannig að þeir fá að nýta hlut af einingunum sem, í æfingar það er bara svo frábært það er bara svo ótrúlega og svo líka svona, finnst mér líka hvatningin með svona, þú veist ég held þetta sé þannig í MK til dæmis að þú veist þau mega ekki drekka skilur þú veist, meðan þau eru þú veist sem er eftir því sem þú veist eldri að ætla að byrja að drekka, þá hefur aðeins meira vit í kollinu með að byrja ekki kannski að drekka þannig að mér finnst svona allt við þetta að vera rosalega jákvætt sko. En talandi það, þú hefur aldrei drukkið? Nei. Ég tók með við getum skálað í hleðslu. Heyrðu, næs. Ég drekk heldur ekki. Já, ég með þess að eitt af andlitum hleðslu. Ég er nefnilega viss að því. Já. Skál fyrir því. Ég píndir hleðslu til að láta mig vera andliti. Ég var búin að pöngast í svo lengi, ég er búin að vinna lengi með MS og hleðslu og ég var alltaf að segja við þau upp frá, ég var bara eitthvað, hvernig ætlaði að setja mig í myndatöku og þú veist, held að fólki mun ekki finnast bara næs að sjá bara eitthvað svona, það er bara venjuleg mamma, þú veist, sem er bara hugsa líkamann, sem er bara andlit, þú veist, ekki svona afrekskoni í íþróttum þó það sé geggja líka, en bara sjá bara svona, þetta er bara average Joe sem er bara, og svo fá ég bara e-mail, þú veist, eitthvað svona var búin eitthvað svona djók í þeim upp frá, svo fá ég e-mail nokkur mánuðum seinna, þá hann er Greti Björg minni það sem hún segir, já Eva, við erum búin að bóka ljósmyndara, hvaða dag hendar og ég er hvert að tala, hún er andlit hleðslu og ég var eitthvað alveg, næs þannig þau tókum mig bara orðinu og bara hefnaðast ógeðslega vel þannig að ef að draumarnir er ekki að fara að rætast, þá verður bara ganga eins og eftir því ég skal taka þetta til mín sko. En skál fyrir Greti, ég þekki hana líka ótrúlega vel, hún er indi hún er the greatest sko. Hún er bara búin að koma hleðslu dálítið á kortið sko. Já, líka það sem ég fíla, svo hendur maður að sjá þetta Greti og gaman að segja frá því að ég kynnist Gretinu í MK og við vorum saman ég var semst á Málabraut og við vorum saman í dönsku og þýsku eða eitthvað og enginn af vinkonum mínu var í þessum áfangum í þessum tímum og ég eitthvað svona kemur í fyrst tíman og sé hana sitja og ég er svona já, ég held að þessi sé bara fín sko, sest við hliðin á henni og síðan þá er bara
var þetta bara, þú veist, það hjálp að því hún var svo ótrúlega klár í tungumálum og það hjálpaði mér alltaf svo ótrúlega mikið bara að vinna verkefni, ég lærði svo mikið af henni sko, þannig að og svo náttúrulega bara klárum að menntaskólan og svo bara týnist fólk einhvern veginn í lífinu og við bara, þú veist, við hittumst ekkert í nokkur ár sko, nema svo byrjar strákurinn minn í körfu, svo mætum við okkar mót og þá erum við bara eitthvað, what? Þá strákarnir okkar að æfa körfu saman svo fer ég að vinna með MS og þar hún, þannig að allt í hún lífið okkar aftur tvinna saman. Já. Skemmtilegt. Já. En hún sagði mér nefnilega frá því að þú hefði strax í menntaskóla verið byrjað að blogga eitthvað svona frægafólki. Já. Þannig að þú sagði hún þér það? Já, hún myndi eftir því. Já, ég var með síðu sem heit evarusa.blogspot.com. En þetta hefur byrjað að snemma þessi áhuga á frægafólkinu. Þetta hefur alltaf verið til staðar hjá mér sko. Bara síðan sko, ég var bara, þegar mamma og pappi voru komið frá útlöndum, þá var ég bara, please, viltu gæfa blað fyrir mig, þú veist, í fríöfnunni eða ykkur starf úti eða þú veist, þessi blöður eru miklu ódýrari úti. Og ég saknaði þess alltaf að fletta blöð, þú veist, því nú sem maður alltaf á netinu að það gerist allt bara, þú veist, það alltaf að uppdatast fréttirnar á netinu miklu hraðar en þær gerðu, en ég elskaði að fá, þú veist, ég var áskrifandi á OK-blaðinu, ég og Debbie systir skiptum með okkur áskriftinni semst að borga, af því þú veist, þá var maður bara eitthvað í menntaskóla, átti ekki pening og mamma alltaf ekki var að borga eitthvað OK-áskrift fyrir okkur, þannig að við splittum kostnaðinn á milli okkar og svo skiptist við á að lesa blöðin, sko. Hanna, já, ég byrjaði að blogga held ég bara 15 ára eða eitthvað og þú veist, ég þakka Guði fyrir að ég held að ég ekki hægt að finna þetta en þú veist, þetta var alltaf bara útlenskt frægt fólk, ég skrifa aldrei Íslendinga og svo færði ég mig yfir á mitt eigilén evarusa.is sem ég árundar enn í dag og borga fyrir það á hverju mánuði því ég hugsa alltaf, kannski á ég einhvern tímann eftir að nota þetta, þannig að þá á ég lénið sko, en svo byrjaði ég á K100, það var ég ekki búin að vera þar í 4-5 ára eða eitthvað. Það var Siggi Gunnar sem fekk mig þangað. Já. Þannig að Og hvar finnur allar þessar upplýsingar? Er þetta bara eitthvað sem við ræðum hér og þar? Eða? Já, sko, meðan að því farið á MBL og vísi.is á mótnana, þá er ég á allt öðrum síðum, sko. Það er bara fyrsta sem ég ger er að skrolla þær fréttir. En þú veist, ég veit ekki hvað þetta er, ég veit ekki hvað þessi áhugi minn hvar hann hefur kviknað, en það bara mér líður bara eins og frá því ég man eftir mér og þá hef ég alltaf haft bara svona rosalegan áhuga á þessum heimi sko. Þannig að þegar ég fór til LA í fyrra og komst upp á Hollywood skiltinu að það var bara vá, þú veist það er ekkert í LA og ég viss alveg að maður svona búin að heyra að þú verður fyrir vomburum á Hollywood Walk of Fame og þú veist þetta er allt svona, þú veist þetta er allt svo stórt og mikið og svona og ég er bara eitthvað undirbúin fyrir þetta allt og svo var ég bara eitthvað alveg oh my god, þarna er fucking skiltið þetta er bara eitthvað skiltið en það var bara geðveikt þannig að þetta hefur bara alltaf fyllt mér sko. Já. En finnst þér þú þá eitthvað að vera að setja þetta fólk á eitthvað stall eða er þetta bara svona Nei, þetta er bara eitthvað svona, ég er bara eitthvað svona fascinated, þetta er bara eitthvað svo allt annar heimur heldur en við lifum og þetta er einhvern veginn heimur sem að maður á aldrei örugglega eftir að aldrei sé aldrei þú veist þau bara að lifa einhver svona lífi sem er svona eins og maður sé bara að horfa á bíómynd og svo bara, þú veist, maður sogast inn í þessa bíómynd og á sama tíma er maður bara að þetta er lífið þeirra, þú veist, þetta er það sem það gera og það er bara eitthvað við það sem að heilla mig sko, sem er ótrúlega fyndið sko, en þú veist, vinn við þetta í dag Já. Þannig að þú veist, það bara þetta átti alltaf að byrja þarna þegar ég var yngri Nú er einhver að skrifa bara fréttir þig Nú var einhver að skrifa fréttir mig Kannski kemur einhver fréttur þessu Evarusa Já, kannski, aldrei að vita Nei, nákvæmlega, en ég verð nú að nefna með það svo ógeðslega fyndið þegar settir daginn og þú verður að bíllinn þyrfti hlæðslu og þú þyrfti nú líka hlæðslu Þessi auglýsing sló í gegn hjá mér Ég fekk þessa hugmynd í himnasteganum Ég semst að var að hugsa eitthvað ok, nú þarf að gera eitthvað sniðið fyrir hlæðslu og ég er alltaf að hugsa náttúrulega, þú veist, ég er ekki með mörg samstarf, ég er með góð samstarf, ég vinn sérst með MS og hlæðslu, ég vinn með Adidas, Beauty klubnum og Vitthit og ég er alltaf að hugsa svona, þú veist, eitthvað, þú veist, að mér finnst efnismæð, þegar maður er að taka að sér svona að vinna í samstörfum og þú veist og fólk veit, þú veist þetta er bara, ég er búin að vera með þessi sömu samstörf bara í mörg ár og ég á rosalega erfitt með að taka inn ný samstörf en þú veist eins og Vitthit, þú veist þetta er nýtt en það fór ég að fund með þeim og ég á bara eitthvað svona
ok, þú veist, þið þurfa að segja mér allt þetta, þú veist, ég get ekki farið í þetta samstarf ef að ég fæ svo að heyra herðu, það er bara jafn mikill sykur í þessu eins og í kóki eða eitthvað. Þannig að þú veist, og það var bara fundur sem ég fór, ég vilti bara fá að vita bara, þú veist, þetta bara málið, þú veist, af því annars hef ég hef ekki getað staðið með því, af því ég líka alltaf, mér finnst ég alltaf vera svona að promóta, ég langa að promóta það sem ég hollt. Akkurat, þess að mér fekk ég þið nú hingað, því finnst þú heilsusamlega. Já, og svo með þessa hlæðsluauglýsingu, og þá var ég í himnastigum og djöflast þarna einn og þá var bara, stundum hausinn á mig bara alveg á fullu. Þó ég sé að hlusta tónlist var ég samt svona ok, hvernig get ég gert þetta ég þarf eitthvað aðeins að plugga þetta og svo var ég bara eitthvað hlaða bílinn, hlæðslu vöðvu og svo bara komið sér auglýsing og þá bara og enda sló hún alveg í gegn og þú ert bara svona dúer, þú bara gerir allt sem þetta í hug eða? Já, ég það eiginlega og þú veist, og ef ég næ ekki að gera það sko, þú veist, ég var búin að fá sko upphafið af þessu tala eins og þetta sé ykkur rosa auglýsing en ég var búin að fá hugmyndin að upphafinu sko, bara ég var alveg að fara að sofa og ég skrifaði hlæðslustöð í bíl bara í notes hjá mér áður en ég fór að sofa og svo þegar ég var í himnasteganum og þá var ég bara eitthvað svona já, hvað ætla ég að gera með þetta og svo bara kom ég heim og þá þurfti ég bara að framkoma þetta núna og ég sagði við Sigga, manni minn, vanalega myndi ég láta dóttir mín að taka þetta upp ef ég myndi, eða Tinnu systir mína eða eitthvað ef þær væru heima sko, en hann greiði Siggi bara heima og ég bara, ok, við þurfum að gera þetta núna og hann var bara, fattur ekki, þessi heimur er svo fjarlægur honum, þannig að hann var svo ekki til í þetta og ég var bara eitthvað, nei, getum við ekki tekið þetta hárið að mér eins og á fávita, við erum að gera þetta aftur og hann bara eitthvað, ok, svo verið næsta skot og hann eitthvað, þú veist, að taka mynda himninu með mér, þú veist, þannig að þetta var, þú veist, þetta reynir á hjónabandi stundum, sko, en svo fæðist þetta og þá þetta bara geggjað og svo var hann bara rosa glaði með þetta og fannst þetta svo gaman að fá að taka átt þessu. Einmitt, það ég hef tekið fyrir alls konar heilsu í þessu hlaðvarpi og eitt var einmitt hjónahilsa. Já. Og bara fyrst við vorum komin í þetta, þá þetta mér hug, hvað gerir þið svona til að hugsa hjónahilsun? Okkur? Já. Sko, við náttúrulega erum búin að vera saman sko, ég var 17 og hann var 20, hann bara fyrsti kærasta minn sko og og ég er ógisla væminn sko, bara eðlisfari og er rosalega mikill knúsari og ég þarf mín faðmlög og ég þarf að fá, þú veist, kossa og bara svona, þú veist, ég er ekki, þetta er samt ekki eitthvað svona, kistu mig núna, jú, örgulega samt stundum, en ég þarf bara að fá svona hlýju sko. Og svo er hann sko algjör andstæð, hann gæti örgulega farið í gegnum bara vikuna án þess að vera búin að pæla hans, ég búin að faðma mig sko, þú veist, án gríns, af því hann er ótrúlega mjúkur og ljúfur, en þetta er bara eitthvað svona sem að bara, hann er ekkert alveg upp við eitthvað svona mikið svona famlög og eitthvað svoleið sko, þannig að hann er bara eitthvað svona, bara, en svo þegar hann, en svo á hann eignast hann konu sem að krefst mikilvæg snertingar. En það eru til mismundi ástar tungumál, þú veist, sumir tjá með orðum, sumir með gjöfum, aðrir með gjörðum og aðrir með svona. Já, sko, ég er 100% sko með familögum og orðunum mínum og kossunum og allir, þú veist, kossunum er börnum mín eða foreldrar mín eða Siggi eða bara þú veist, ég þarf að faðma rosa mikið, sko. Og hann er sko, það er nefnilega svo geggja við Sigga, sko, af því hann er ekki gjafir og hann er bara hræðilegur í því. Það er bara hræðilegt, ég er bara eitthvað svona, ég var svo glöð þegar við tókum ákvörðun að við þyrftum ekki að gefa hvort það eru jólagjöf, af því að þú veist, maður er kannski bara svona, ok, við kaupum okkur þetta sofasett eða eitthvað, þú veist, annars er þetta bara einu vasi í annað, í staðan getum við bara keypt okkur eitthvað sem okkur búin langa lengi í eða eitthvað, og ég var svo glöð fyrir hans hönd þegar að við tókum þá ákvörðun að ég hugsaði bara, veist, maðurinn var bara í kvíðakasti í allan desember, bara hvað hann ætti að kaupa, en svo er hann ótrúlega handlaginn og það er eiginlega alveg sama hvað ég bið hann að gera heima, hann gerir það og þú veist, ég bið hann að koma og rétta með þetta eða þú veist, ég kannski ligg upp í sófundi teppi og hann situr kannski inn í tölvuherbyggi og er í tölvunni og bara alls ekki inn í stofu hjá mér og ég bara, Siggi, getur þú komið með vasklas fyrir mig, þú veist, hann stendur upp actually og kemur með vasklasi til mín, þú veist, ég myndi gera það sama fyrir hans skilur, en þú veist, þannig að, þú veist, hans leið svona hjá honum að sína þetta er með alls konar svona ósýnilegu sem að ég kann miklu meira meta heldur en ef að væri alltaf að koma einhverja gjafir heim fyrir mig, þú veist það er miklu meira sem að skilur eftir inn í hjartan á mér þetta allt saman og allt sem hann byggði húsi okkar skiluru, þú veist, þannig að og leiði mér rosalega mikið að ráða líka, þú veist, ég fæ að ráða alls konar hlutum, hann fær að ráða því sem hann vill ráða en svona, þú veist
það er, ég fæ að ráða því sem að þarf að ráða sko. Þannig að og fyrir svona okkar hjónalíf að þá, þú veist, ég veit ekki eiginlega hvað það ætti að vera, en þú veist, það er bara þessi litlu hlutir, þú veist, þetta er ekkert einhverja flugveldasýningar. Er það ekki alltaf það besta? Það er bara það besta og þú veist, við höfum farið gegnum þessi tæp 24 ár á bara, þú veist, ótrúlega góðum stað, þú veist, það hefur aldrei komið upp eitthvað svona, ok, herði, nú er þetta bara komið gott, þú veist, auðvitað fyrir við gegnum erfiða tíma eins og allir aðrir sem eru búin að vera í löngum samböndum eða stuttum eða whatever, þú veist, það er bara eðli lífsins, sko. En máli er bara að þú veist að, sko, hann er alveg blóðheitur, en ég er það ekki og ég held að það hefði verið hræðilegt ef að hann hefði lent á konu sem að væri með skap og væri til í að rífast, sko. Af því að með árunum er hann bara við rífumst eiginlega ekki neitt sko. Þú veist, þetta er auðvitað verið pyrr út í hann og hann pyrraði við mig og eitthvað svona, en við erum ekki, þetta er aldrei rifrildi, skilur, þetta er meira bara svona, ok, herðu, nú þarf ég bara smá pásu, þú veist, nú ætla ég bara að fara í helds heimnastegan og jafna mig, þú veist, þannig að hefði hann út í bílskúr að gera eitthvað og svo bara er það bara búið, skilur, af því að ég funkar heldur ekki í ykkur svona, ef það er eitthvað svona spenna, þú veist, það bara líður mér illa, sko. Nei, þú vilt tala hlutin út, bara allt upp á borðinu. Já, og ég forðast að lendi í þannig aðstæðum, sko. Ég er algjör kjúli, sko. En það hefur líka bara svo slæm áhrif á heilsuna, þú veist. Við vorum aðeins að tala meðvirkni daginn einhverju þætti og stemmar er að tipla tánum í kringum eitthvað, það líður bara engum vel. Nei, það er nefnilega málið, sko. Þannig að, og svo held ég líka bara að, þú veist, hann er með hennar bílskúr sinn sem að hann getur bara farið inn í og gleymt sér og smíða hana bíl sem hann er að smíða og meðan ég get farið í hreyfinguna mína og þá bara, þú veist, fær maður útrásuna sem maður þarf að hleypa út, sko. En mennst líka svo æðislega, þú sagðir í upphafi hérna núna að þú væri svo mikil fjölskyldukona og fjölskyldan væri svona dýrmætasta og maður tekur líka alveg eftir því þegar maður fylgist með þér, þú veist, þú ert greinilega mjög náin, þú átt 2 systur. 2 systur. Já, systrum þínum og foreldrum og hérna, ég sá að þið fóruð daginn þarna út til Króatíu. Já. Viltu segja okkur hans frá því ferðalagi og kannski hvaða áhrif það hafði á ykkur? Já, ég er búin að vera lengi SOS-foreldri og búin að vera eiginlega bara svona algjörlega að mínum forsendum að dreifa boðskapi SOS, bara hvað þetta er fallegt starf sem er unnið og ég bara það er mörg ár síðan að ég gerist SOS-foreldri og ég hugsa alltaf bara svona, vá, þetta er svo ótrúlega magnað starf og mér fannst bara svo nauðsynlegt að bara dreifa þessu á mínum miðlum, þú veist, aldrei neitt frá SOS komið, bara herðu, getur þú sett þetta inn, þetta var alltaf bara mínum forsendum, sko. Nema svo heyrir hann Hansi í mér, Hans Steinar hjá SOS og ég búin að þekkja hann alveg í smá tíma og dágóðan tíma og og hann hefur sambandið mig og spyr að þau séu að plana að fara til Króatíu að gera þáttum SOS, bara svona eins og Rúrik og Jói fóru til Malaví, var það ekki, Malaví? Já, og ég, þú veist, pabbi náttúrulega er frá Króatíu, þannig að ég hugsaði bara eitthvað svona, já, auðvitað, þú veist, bara geggjað. Og svo bara í þessu símtali að þá, þú veist, fyrir við náttúrulega að tala bara, já, ok, þú veist, og ég svona stingu upp á svona, já, hvað, þú veist, á ég eitthvað heyri Debbi og Tinnu, hvort þau vilja koma eða mamma og pappi eða eitthvað, því að þorpið, SOS þorpið var bara svona 1,5 tíma frá þeim stað sem pappi er fættur og uppalinn á. Og það bara, þú veist, vatt upp á sig og endaði með því að við systurnar allar 3 fórum í þessa ferð og þetta var bara ótrúlega svona, þetta er bara eitthvað svona upplifun sem ég held að maður eigi ekkert eftir að endilega upplifa aftur svona tilfinningar á lífsleiðina, því þetta var ótrúlegt og Debbi systir, hún var alltaf, þú veist, þær eru báðar með börn við erum öll með börn í sama þorpi og mamma og pappi líka, sko, bara allir sömu götu þarna í þorpinu, sem er mjög lýsandi fyrir okkur fjölskylduna líka, sko, bara á Íslandi. Já, semst við förum þarna og þetta var bara eitthvað svo ótrúlega og Debbi var búin að vera alltaf svona smá skeptisk á þetta, þú veist, eitthvað svona, er þetta samt í alvörunni, þú veist,
við fáum þess að myndi sendar einu svona 2 ári, en þú veist, þetta samt alvöru? Ég skil hvað þú meinar, þegar við erum SOS-foreldrar líka og maður fær mynd og jólunum og svo eitthvað sem mann teiknar og svona og ennmitt, þetta samt svo fjarlægt. Þetta svo fjarlægt og maður getur ekki alveg ímyndið svona, eru peningarnir að fara þangað sem þeir eiga að fara, þú veist, og það bara ótrúlega eðlilegt að vera með efasemdir, þú veist, að meðan ég kannski bara eitthvað auðvitað fyrir þetta þarna, þú veist, hvað heldur þú veist, auðvitað og bla 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 og hún, veistu, og hún var bara eftir þess að ferða, þá sá hann bara eitthvað alveg vá, þú veist, hún hafði svo gott að því að fara þarna því að hún var bara, þetta var, þú veist, að koma þarna inn í þorpin og sjá bara, þú veist, ef ég ætti að lýsa þessu best, þú veist, fyrra þorpið var bara eins og ótrúlega falleg lítil gata, þú veist, bara lítil falleg gata, bara með fallegum trjám, fallegum húsum, öll húsin merkt, þú veist, með jarðarberja melónu eða eitthvað, þú veist, og það það sem að húsin heita. Ég veist, það ekki húsnúmer, heldur eru svona ávextir á húsunum sem að segja hvað, þú veist, þetta melónuhúsi og jarðarberjahúsið og eitthvað svona og og koma inn á heimilin var ótrúlega sérst, þetta var bara, ég veit ekki, þú veist, ég sagði líka í þættunum okkar þarna, ég var í Króatíu, ég veit ekki við hverjum maður bjóst, ég veit ekki hvort ég hafi búist við bara einhverju svona, ég held ég hafi búist við bara einhverju svona eins og ég væri komin á spítala eða eitthvað, þú veist, ef ég ætti að lýsa þessum best svona, þú veist, bara svolítið svona sterilt. En var þetta mjög hlýtt? Þetta náttúrulega bara, þú veist, frósin rúmföt á rúminu, þú veist, drasl í barnaherbygginu, þú veist, skrifborð, þú veist, myndir upp á veggjum, þetta bara ótrúlega bara heimili eins og við búum í hérna, skilurðu. En búa þá mörg börn í hverju húsi eða heimili? Já, þau eru nokkur sem búa, þú veist, það SOS mamma og svo ég man nú ekki hvað voru mörg börn, það voru 16 börn sem byggu held ég í þessu þorpi. Ég held ég sé að fara með rétt að tölu 16 börn sem byggu þarna og og þannig að þú veist, í hverju húsi eru nokkur börn og til dæmis í einu húsinu að þar bjó 16 ára stelpa með litla barnið sitt sem að hún hafði semst eignast barn og hún fekk að koma aftur í þorpið með litla barnið sitt til að hún geti klára skólan, þannig að SOS mamman tekur þá aðstoðar hana í uppeldinu á barninu svo hún geti menta sig, þannig að þú veist, það var alls konar svona sem að maður svona, þú veist, þetta snart bara hjartað á okkurum stað sem að, þú veist, maður vissi ekki að væri til í hjartanu líka við, sko. Þannig að þetta bara eitt stórkostlegasta sem að ég fengi að gera bara á mínu ferli, að fara nút og taka innan þátt og svo líka sem sagt, þetta var svo skemmtilegt sko hvernig hann Garðar sem var tökumaðurinn okkar hérna úti og leikstjórin innan gæsaleppa, þá þú veist, hann sín á þáttinn var, þú veist, sagan hans pappa, stríðið í Júgóslavíu og svo SOS þorpin, semst ástæðan fyrir þessi SOS þorp eru þarna, að því þetta afleiðing af stríðinu sem að, þú veist, þarna 92. Þannig að það var bara allt ótrúlega, og svo þegar þetta kom svo á, við fórum þarna í september og svo kom þátturinn út fyrir páska, þannig að þú veist, þá sá maður þetta, þú veist, ég var náttúrulega búin að sjá þetta eitthvað svona hrátt að því ég var að tala, gera svona voice over og var búin að fara þarna upp á RÚV og aðeins preppa þáttinn fyrir sko með Garðari, þannig ég var búin að sjá þetta svona hráklift og tala inn á eitthvað svona, en svo að sjá þetta þarna í heildarmyndinni á RÚV var eitthvað bara svona, þú veist, ég var grenjandi heima en samt var ég bara að horfa sjálfa mig grenja í sjónvarpinu, skilurðu. Þetta ótrúlega fallegt, ég horfði á þetta. Það alveg ótrúlega og mér minnir að það hafi verið í þessari mynda sem komið fram einhverja stjarfræðilega tölur, 70.000 börn sem búi í svona þorpum í heiminum, SOS þorpum, ótrúlega fjöldi og í ólíklegustu löndum, þú veist, eins og ég fyrst þegar ég semst með barn annar staðar, ég semst með 2 SOS börn og ég búin að vera lengi með annar staðar og svo var ég alltaf að tala með þetta SOS og þannig að Debbie og Tinna og mamma og pappi ákveði að gerast SOS og þau fá all börn í Króatíu og ég bara eitthvað, þorp í Króatíu? En þá voru svo bara eitthvað, þú veist, 10 ár síðan ég gerst styrtaforeldri, þannig að ég svona, ok, ég ætla þá að bæta með barni og fá líka í Króatíu í þorpinu þeirra. Þannig að en þú veist, og það örugglega fleiri sem hefur bara verið bara eitthvað, býtum við SOS barnaþorp í Króatíu, því að við sjáum bara það sem fallegt. En máli að þú veist, ég veit náttúrulega bara út af pappa mínum, þú veist, sem ólst upp í bláfátækt, að ég veit alveg að heimurinn ekki hérna í Króatíu bara þessar strendur og koktelar og fallega umhverfi, sko. Ég veit alveg að það bláfátækt þarna, en þú veist, ég gerði mig samt ekki grein fyrir að væri SOS barnaþorp þarna, sko.
Fannst þér þetta eitthvað breyta sýn þinni á lífið, þessi ferð? Mér fannst þetta aðalega að breyta sko svona, mér fannst ég upplega svo mikið svona hvað börnin mín eru heppin, þú veist, að fá að alast upp í þeim aðstæðum sem þau eru að alast upp í. En á sama skapi að þú veist, elst pabbi upp í rosalega mikill í fátækt og þannig ég veit alveg, þú veist, ég veit hvernig heimurinn hans var þegar hann var barn. Þú veist, það var mjög erfitt, þannig að en þú veist, maður fær bara svo mikið svona, maður bara fær svona bara þakklæti fyrir hvar maður fekk að fæðast, bara basically, þú veist, þú ræður ekkert hvar þú fæðist. Það er alveg rétt, sko. Þannig að það fekk mig til að hugsa því að nú er myndin hennar Mari nýkomin út, ég er nýbúin að sjá hana. Stórkostleg mynd, alveg það var mitt tár og bara ekki líka við. En það sem ég fór að hugsa eftir það var að maður bara að borga þetta mánaðlega en ég fattaði ekki, auðvitað getur maður gert meira. Maður getur lagt inn aukalega eða farið að heimsækja eða boðið í heimsækja, manni hefur bara aldrei dottið það í hug fyrir en ég sá þessa mynd Mari var sérst boðið til Íslands ef einhver hefur ekki séð þetta. Bara, ef það ekki séð þess að bara þá verði það að sjá hana sko. Mér varst ég sjá bara allt, þú veist, ég er búin að þekka Mari í smá tíma sko, en ég var bara svona, ok, nú skil ég af hverju hún er eins og hún er. Bara, þetta var magnað. Alveg, ég fæ bara gæsa að tala um það sko. Ertu búin að taka viðtal við hana? Nei. Þú ert að taka viðtal við hana? Ég er búin að bjóða henni, ég er búin að segja henni að hann sé velkomin. Já. Ég veit hún er ekkert æst að koma. Nei, ég skil. Í viðtöl. En hún veit að hún er velkomin. Já. Hún veit það. Já. Ég hitt hana reglulega á Spírunni. Ég skil, já. Þetta var alveg ótrúlega, þetta var mögnu mynd hjá henni sko. Og aftur SOS Barnaþorp sem að var í hennar vegferð sko. Þannig að þetta er bara ótrúlega fallegt starf sem er unnið út allan heim. Ótrúlega fallegt sko. Kannski bara spyrja út í að því við erum svona mikið að ræða heilsu að tókstu eitthvað eftir hvernig heilsa barnana í þessu þorpi sem þið fóruð að heimsækja? Eitthvað svona markvisst að hugsa um heilsuna þeirra? Ekkert sem að kannski ég tók eftir, þú veist, þetta eru náttúrulega ung börn sko. Þú veist, þetta var ekkert eitthvað svona kannski spurning sem að lá svona efst á baugi en þú veist, maður sá að þetta voru allt hamingjusum börn. Þú veist, það var alveg stuð fyrir alls konar erfitt og bara hræðilegt og það er ástæð fyrir þau eru í þessu þorpi, það er ekki bara því að það var eitthvað smá erfitt, þú veist, ástæðin er að þau ólust upp við eitthvað hræðilegt. En þú veist, það var bara ótrúlega, mér varst bara svona lýsandi þegar maður kom inn í þorpi, þú veist, það voru allir út að hjóla og allir hjóluðu eftir bílnum þegar hann kom inn, bara eitthvað, ok, það er eitthvað gestur að koma, hvað er eitthvað spennandi, þannig að mér varst svona andlega heilsan var kannski mesta sem maður tók eftir að því þú veist, þau voru bara öll út að leika og hafa gaman og hlæja og út að hjóla og bara gera það sem börn eiga að fá að gera. Þannig að það er náttúrulega líka númer 1 eins og þú segir, þú veist, ef andlega heilsan er í lagi þá verður hittingunni alltaf auðvöldara og þá ert út að leika sem er hreyfing, sem er líkamlega heilsa. Og þú veist, boltar og fótboltamörk og þú veist, rými til að hreyfa sig og þannig að ég held að sé bara allt upp á 10 þar sko. En hvað gerir þú sjálf til að hugsa um þína heilsu annað en að hreyfa þig á hverjum degi? Ég hugsa ótrúlega vel um það sem ég borða og þú veist ég er ekkert eitthvað svona ok, get ekki, ég hef alveg prófað að telja makrós og eitthvað svona en svo bara þú veist mér fannst það bara eitthvað ótrúlega leiðilegt og þú veist ég byrjaði eitthvað á því var eitthvað 3 mánuði að gera þetta eða eitthvað og lærði fullt á því þannig að þú veist í dag sko ég veit töluna mína skiluru og ég veit svona, ég lærði það mikið að ég, þú veist, eftir minnistundum að gera bara hlutina en þú veist, en svo var ég bara eitthvað svona, þú veist, á þeitingi hér og þar og ég bara svona, þetta hentaði mér ekki, þú veist, til lengdar sko, hana, en ég hef alltaf bara síðan ég var úlingur og bara verið í íþróttum allt mitt líf sko, þá ekki það ég hafi verið einhver afrekskona í handbolta eða eitthvað, en ég var alltaf ótrúlega meðvituð þú veist, að borða holt, þú veist, aldrei þannig að ef ég væri eitthvað með einhverja átröskun eða eitthvað þess aftar, bara alls ekki en ég var bara ótrúlega meðvituð að þú veist, líkaminn minn þyrfti þetta bensín sko, þannig að og ég líka geði ekki skapinu ef ég borða ekki sko, þannig að það líka fylgdi mér mjög mikið að ég þurfti bara þarf að borða reglulega fyrir bara blóðsykurinn minn og nærumhverfi Þannig að það eiginlega hefur svona verið svona minn kannski svona rauð þráður í gegnum lífið að ég svona þú veist,
ég hugsa alltaf hvað ég borða, þú veist, ég fæ mér alveg hambúrgur og pítsur og bara you name it, skilur, ég svelti mig aldrei í því sem gott, sko, og en á sama, þú veist, ég hef aldrei farið á eitthvað takt og gett mér hambúrgara, af því ég veit bara líkama minn myndi bara ekki bara meika það, sko, þú veist, þá myndi ég freka fara bara á skýrbarn og köpa mér skýrskál, af því ég veit að mér myndi bara líða betur, þú veist, af því ég finn alveg, þú veist, líkaminn á mér lætum alveg vita, þú veist, þegar að ég að borða eitthvað sem að bara passar ekki inn í líkamann á mér, sko. En þá ertu greinlega tengt, það eru margir sem bara finna ekki neitt. Já, bara... og ég held líka þetta sé, sko, sem að, þú veist, að ég hugsi hvað ég að borða og að ég sé að hreyfa mig og ég held að þetta hjálpi, sko, ótrúlega mikið til við það sem að ég að vinna við í dag, af því að, þú veist, það sem ég vinn við í dag sko, getur verið svo dreining, þú veist, að vera alltaf að gefa orkuna sína, þú veist, þú ferð upp á svið og þú veist, þú þarft að gefa allt frá þér til að kannski covera, þú veist, 500-600 manns fyrir framan þig sem mættilega að hafa gaman og er það ok, bara nú Eva Rósa og Hjálmar komin upp á svið og nú bara verður gaman og þú veist, þú þarft að gefa konstant af þér sem að ég á ekkert í vandræðu með, þú veist, það er mjög auðvelt fyrir mig að gefa af mér, en þú veist, en ég held að sé líka bara að því að ég alltaf að hugsa þú veist, hreyfinguna og hvað ég að borða og ég sé að, þú veist, hvað ætla ég að borða áður en ég fyrir að skemmta, eitthvað sem ekki að fara að þyngja mig eitthvað svona líkamlega, skilurðu, þú veist, að ég held að þetta hjálpi allt svona upp á orkulevela, því svo kemur maður heima giggi og maður bara eitthvað svona, það er ekkert eftir, þú veist, ég hef komið heim og ég bara, þú veist, eins og ég hafi verið á 12 tíma vakt, þannig að, þú veist, ég held að fólk átta sig heldur ekkert á þessu, hvað þetta sogar orkuna úr manni, sko. Þannig að, þú veist, og þá kemur aftur inn bara eitthvað svona, ok, það fæ mér eitthvað holt að borða þegar ég kem heim, þú veist, eða bara súkkulaði, skilurðu, skiptir ekki máli, bara eitthvað sem að dælir smá orku inn og svo fer ég bara á æfingu daginn eftir og bara er fín, sko. Yeah. Þannig að þú ert þá alltaf bara að passa að vera með fullan tank. Já. Þú veist, orkulega séð. Orkulega séð, sko. Já. En ég hef alveg ég fór einu svona í höfubinn og spjald, svona hryggsmeðferð og það sem náttúrulega líka verið að vinna með svona orku búskapin og eitthvað svona, hún sagði við mig, þetta er ótrúlega skrítið, sko, líkamðin er fullur af orku en orkustöðin er gjörsamlega tóm, þannig að hún sagði, ég hef aldrei fundið svona hún sagði, ég hef aldrei fundið svona í einhverjum líkama, að líkaminn sé svona rosalega alert, bara, þú veist, og fullt af orku til, en samt, hún sagði, ég veit ekki hvaðan þessi orka kemur, af því hann kemur ekki úr hjartastöðinni þar sem orkustöðin er, sko. Þannig að hún þurfti að taka það nokkra tíma á mig þar sem hún var bara að hlaða inn og ég veit að fólk örgulega einhverjum sem hvað er hún að tala um, eitthvað svona höfubinn og spjald að þú veist, þetta er náttúrulega að vinna með hluti sem er svolítið ofar mannskilning, sko. Þannig að hún þurfti að taka nokkra tíma í að bara synka mig saman, en ég fann ekkert fyrir þessari þreytu, þú veist að ég væri ekki með í orkunni minni, sko. Hanna, já, veist, ég er búin að taka nokkra þætti alls konar svona, þú veist, það er heilun og svo er önnur tegunda heilun að hlusta á líkamann, heitir sá þáttur og síðan er CAP, svona Kundalini Activation og síðan er tónheilun, þú veist, búin að taka og þetta er allt eitthvað sem er ekki áþreifanlegt, en er að hjálpa fólki einmitt að endurstilla taugakerfið, að fylla upp þessa orku sem það er einhvern veginn að hvað segir maður, að gefa kannski of mikið af sér. Ég hef alveg sjálf lent í þessu, hún sagði þetta við mig þarna, bara að þú verður að passa að gefa ekki alla orkuna þína, passa að geima eitthvað fyrir þig. Já, einmitt, það er svo ótrúlega skrítið, sko, þannig að ég veit stundum ekki á hverju ég geng ég geng á einhver allavega ég geng allavega á gleðinni, sko og og það hefur alveg margir komið til mín bara, þú veist, ekki margir, það hefur verið nokkur sem hefur sagt til mér bara svona, já, hvað ertu með ofvirkni eða eitthvað svona, þú veist, ég held að fólk haldi að maður sé hæper bara alla daga, þú veist, mér sé mann eitthvað æfingu og alltaf eitthvað svona, gaman, skiluru, þú veist, ég er rólegasta manneski sem þú getur fundið, sko, þannig að þú veist, og, það? Já, og þú veist, það er alltaf gals í mér, sko, alltaf fjör, en svo í grunninn er ég ótrúlega bara rólegheit í mér og inn í mér og heima er ég bara eitthvað skiluru. Myndur þú segja að vera heimakær? Ég er rosalega heimakær, ég elska að vera heima og mér langar aldrei flyttur húsinu mínu og bý í sömu götu og ég ólst upp í, sko, þannig að ég er rosa heimakær í allar áttir, sko. Já, og finnst ekkit mála líka bara undir teppa að horfa á Netflix og svona, taka þér rálega? Á kvöldin finnst mér að kósi.
ég myndi aldrei nema ég væri lasin með 40 hita, leggjast upp í sófa miðjan dag og horfa á Netflix af því þá væri ég bara, ok, hvað þarf ég að gera? Ég þarf ekki eitthvað skilurðu þannig að hérna og þarfst að hafa eitthvað fyrir stafni ég þarf að hafa eitthvað fyrir stafni og það hafa mitt margir líka sagt við mig, ertu með ADHD? Og ég eitthvað, neip, ég er sko ekki með ADHD ég bara, þú veist ég bara með ótrúlega virkan heila þú veist, og það er ekkert, ég er ekki með nein einkenni ADHD eða ofvirkni eða neitt, þú veist, ég veit bara hvernig ég á að beisla allt sem ég hef þannig að hérna, það er bara svo fyndið hvað fólk er alltaf eitthvað, já, þú ert örugglega með ADHD eða þú ert örugglega ofvirk bara því að þú ert svo hress þú veist, en það er ekki þannig sko. En ertu hvatvís? Með sumt, já, þú veist, og ég er ótrúlega mikið svona, ef ég fæ ykkur hugmynd í kollin, þá bara svona, ok, ég þarf að framkoma hana núna bara eittur og bingo og það er rosalega Sigga finnst það mjög þreytandi stundum þegar eitthvað sem heyrði, ok, við erum að gera þetta og þetta og þetta og hann er alveg svona, já, ok bara, veist, næstu viku og ég er bara eitthvað núna þannig ég er rosalega núnari vil allt gerast eittur og bingo og svo er ég hvatvís með sumar hluti en ég er samt sko eins og í útvarpi og svo leiðis og þar sem ég kem fram svona opinberlega á sviði að ég er alltaf komin svona 1 til 2 sekúndur fram í tíman í huganum á mér ef ég er að ræða eitthvað eða tala eitthvað bara að hvað ég er að fara að segja næst skilurðu, þú veist, og ég sé að fara að segja eitthvað sem að maður þarf að passa allt sem maður segir, sérstaklega maður í útvarpi eða whatever á okkur svona vettvangi þar sem fleiri hlusta heldur en bara vinnumanns og ég er alltaf ótrúlega hérna komin aðeins lengra í, þú veist, því sem ég er að tala heldur en kannski fólk heldur að það sé allt eitthvað svona vola, þetta er náttúrulega allt spontant hjá manni, en ég er alltaf samt svona 2 sekúndum á undan mér bara að vita svona, já ok, ég er ekki að fara að segja þetta þú veist, þetta er bara svona Þetta er hæfileiki Þetta er það sko, þetta er rosalega hæfileiki Það er geggjað, en ertu með eitthvað guilty pleasure? Ég kann ekki íslenska þetta orð. Hvað myndir þú segja? Við spyrjum Gretu. Spyrjum Gretu, já. Svo góð í tungumálum. Já. Er það að meina í mat eða bara í lífinu? Já. Vá, ég held ekki. Mér veist eins og ég sé bara, veist eins og stundum allt sem ég gerir sé bara guilty pleasure sem ég bara fatt eftir á og sé bara, þetta var eitthvað sem ég langaði til að gera. Nei, ég held ekki. Ekkert eitthvað svona sem poppar upp í hausinn á mér sem er eitthvað svona ég verða að fá að gera þetta að borða þetta og vera bara eitthvað svona þú veist að því að ég leyfi mér að borða allt sem ég langar til að borða, ég leyfi mér eiginlega að gera allt sem ég langar til að gera og ég held að það sé bara leyfa mér það. Já. Er það ekki bara guilty pleasure? Jú, það er bara geggjað. Nei, mér datt þetta í hugum daginn því að ég man ekki af hverju, það var einhver að spyrja með þessu og ég var rosalega lengi að hugsa þetta mitt. Já. En hjá mér er það að horfa svona myndbönd af America's Got Talent eða einhver svona áhörnabröðum og sitja og grenja. Já, sko ég er náttúrulega sjónvarpssjúklingur algjörlega bara, þú veist, ég elska sjónvarp. Sjónvarp er bara besta sem hefur bara verið búið til í lífinu, sko. Og hérna, og ég er náttúrulega, þú veist, það er ekkert eitthvað guilty, það vita það allir sem að fylgjast eitthvað með mér að þekki eitthvað til mín að ég er sko, raunveruleika drasl er mitt. Bara, þú veist, það er mitt uppáhald sko. Þannig að þú veist, en það er ekkert falið neitt sko. Nei. Það vita það bara allir. Ég gleymdi nú að spyrja því vorum að tala að þú hefur aldrei drukkið áfengi, var það val? Ákvaðstu það bara sem unglingar og ætlar aldrei að drekka? Já. Það bara frá því að krakkarnir í skólanum byrjaði að drekka, þá var ég bara eitthvað, þú veist, ég hafði aldrei hugsað að drekka, svo það maður fór að hanga út í sundlu, Kópavogssundlu, þú veist, það var svona hitablástur þar, þess að krakkarnir voru alltaf að hittast helgar og eitthvað svona, og það var frí í skólanum og eitthvað, þannig að ég, þú veist, það var svona meeting spot og maður fór þarna og hanga og ég hef aldrei mistan einu í félagslífi, þú veist, ég var í skemmtinemnd og tillitaðanemnd í alla menntaskóla var ég í einhverju nefndum og í Ekko í Þingólfsskóla, gamla Þingólfsskóla, þú veist, þá var ég í nefndum líka, þannig að þú veist, þetta hefur aldrei stoppað mig í neinu og þegar krakkarnir voru að byrja að drekka því á hitablæstrinum þá var ég alltaf bara svona eitthvað, vá, þú veist, það kom ekki einu sinni vottur af löngun í mig að því ég var bara eitthvað, þetta bara heillaði mig ekkert sko og hefur aldrei gert
en samt finnst mér ekkert skemmtilega þegar vinkonur mínar í glasi og óksla gaman sko. Það er bara best í heimi sko. Þannig að please, aldrei þetta drekkast En svo er maður alltaf rosa glaður daginn eftir. Já. Það hinnir eru ekki jafn glaður sko. Þannig að það hefur aldrei stoppað mér í neinu, þetta hefur aldrei háð mér og ég oft sagt þetta áður líka, ég er ótrúlega þakklátt vinkonum mínum að þær voru aldrei eitthvað svona, eitt sopa, ég prófaði bara, það voru aldrei að íta eða neitt, þetta var bara, og ef að ég myndi byrja að drekka núna, þá myndi það örugglega rífa með flöskun og vera bara eitthvað, nei, vinkona, þú ert ekki að fara að byrja að drekka núna. Þannig að ég veit ekki, ég veit ekki af hverju þetta bara hefur aldrei togað í mig og ég var alveg oft hugsa svona, þetta sé eitthvað svona innan í mér eitthvað, það sé kannski eitthvað ef ég myndi byrja að drekka þá myndi ég kannski bara ekki stjórna því eða eitthvað, en samt er ég svona control-freak þannig að mér líður alveg eins og það sé ekkit endilega er þið eitthvað vandamálskilur að því ég þarf að hafa svo mikla stjórn á mér bara í lífinu sko. Þannig að en þetta öll úlingsárin þegar maður var að svindla sinn og skemmtist það með fölsu skilríki og ég var bara næstu helgi ég skuttli í bæinn og ég var að fara bara 3 ferðir í bæinn að ferja vinkonuhópin niður í bæ og þannig og skuttla heim og það var bara, ég var alltaf á bíl og bara fekk aldrei eitthvað svona, ég var að missa af einhverju geggju því ég var bara eitthvað hef aldrei þurft þetta líka, ég þarf ekki að drekka til að hafa gaman sko. Þú ert fyrst upp að borða að dansa bara. Já, bara basically sko. Það þarf ekki að mana mér neitt sko. Nei. Það er eiginlega aldrei logmalla í kringu þig. Nei, það er eiginlega rétt orðið. Nema þegar ég sitt heima upp í sófa kvöld og er að horfa á Love Island eða eitthvað, þá er gjörsamlega, þá bara mamma hringir og ég bara, mamma akkur þetta hringi mig, það er komið kvöld, nú er ég off limits, nú getur enginn hringt í mig því ég er að horfa á sjónvarpið. Þannig ertu duglega að setja þér mörk? Ég set mér ekki, ég segi það nú ekki, ég svara alveg mömmu þegar hún hringir en ég er bara eitthvað, ég er að horfa á sjónvarpið og hún er bara, ok, hún veit bara, hún getur ekki tala við mig en nei, nei, ekki þannig sko, ég er ekkit eitthvað voðalega, ég svara alveg tölvupóstum sem koma til mig klukkan 7-8 kvöldi með einhverjum fyrirspurnum sko, ég er svarandi Instagram skilabóðum allan sólarhringin líka við skiluru, ég reyna að svara öllum sem senda mér tilbaka. Þannig að það er alveg ótrúlega mikil vinna þannig að ég svo sem ekkert verið eitthvað að vinna með að setja mér eitthvað mörk þannig sko. Nei. Ég veit bara mörkin mín kannski í starfinu hvað ég vil gera og hvað ég vil ekki gera þannig að það er kannski eina línan sem ég er eitthvað að vinna með þannig sko. Það er forréttindi að geta valið úr giggum. Það er ótrúlega mikill lúksus af því ég man alveg þegar ég byrjaði þetta var alveg, 20 skall geðvikt, þannig að og bara vann frítt bara rosalega lengi og fyrir enga peninga og þannig að það er ótrúlega og tók bara allt sem kom en það er einmitt ótrúlega mikið frelsi að geta sagt já og nei í dag við því sem að við svona verkefnum sko þannig að en aftur sko þá er ég alltaf ótrúlega þakklátt fyrir það bara að fólk hugsi timman svo vilji bóka mann áfram og svo ef þetta hættir einhver tíman að þá er bara eitthvað annað sem tekur við. Ég lærði það þegar við hættum með blómbúðina að ég er líka smá svona ofhugsari inn við beini, með allt svona því að ég vil vera í örygginu mínu sko að ég þarf ekki að vera að stressa mig með það því ég veit að það kemur bara eitthvað annað í staðinn. Það er einhvern veginn búið að móta þetta fyrir mann held ég. Já. Og svo er líka sagt að ef þú finnur vinnu sem er það skemmtilega finnst þú ekki verið í vinnunni. Já. Þú þarft aldrei að vinna. Það er það sem ég er að upplifa í dag sem er bara draumurinn sko. Þannig að ég var að vinna í allan morgun sko en ég er bara eitthvað var ég að vinna samt og var að fara að vinna á eftir og ég er svona skemmtilegt samt sem ég er að fara að vinna þannig að ég er alveg bara ég er oft bara, er þetta vinna mín er þetta lífið mitt sem að bara, fyrir mér er þetta bara ég er bara að lifa drauminn minn sko. Hversu geggi? Já, þannig að ég er bara vona að mér ná að láta mig dreyma bara eins lengi og hægt sko. Sko ég er búin að kenna ungbarnasönd í 18 ár Já. Og mér finnst ég ennþá okkur með einasta þriðdegi, 18 ár mér finnst ég ennþá aldrei vera að mæta í vinnuna. Nei, og það er það sem er svo fallegt sko. Þetta er svo gaman, maður mæti bara og það er einhvern veginn allir afslappaðir, það er allir brosandi, það er allir bara í núvitund af því það er enginn eitthvað með síman það er bara þú og barnið eða foreldrar og barnið og ég elska þetta. Já,
og það bara, ég vildi það væri svo geggjað að bara allir myndu á einhver tíman á lífsleiðinni fá að upplifa þetta þú veist aldrei hægt að láta ykkur dreyma. Nei, akkurat. Að finna bara að vinna við áhugamál sitt. Já, bara algjörlega sko. Eins og þetta, að byrja með hlaðvarp, þú veist, það var eitthvað svona, ég var svona, svo þegar maður byrjar, þú veist, þetta svo geggja skemmtilegt. Einmitt, hittir alls konar fólki og hana læri fullt sjálf og þessum hlustalæra líka alveg. Nákvæmlega. Helling. En ég hjá eftir þeim daginn þú varst að nota eitthvað heilsuapp. Var það ekki? Eitthvað sem var það bara að telja skrefinu? Já. Ég með þess að í hérna bara, þú veist, alltaf með úri mitt þegar maður er á æfingu og það svo fáránlegt með þetta helvítis úr. Svo er maður að, þú veist, fara á æfingu og gleymir úrinu heima. Maður er bara eitthvað, nú telur þessi æfingi í neitt. Af því ég veit ekkert. En svo maður bara eitthvað, hvenær fékk ég úrið? Það er ekki mörg ár síðan ég fékk úrið. Þú veist, af hverju er ég að fara á æfingu til að sjá einhverja tölur á úri, skilurðu? En svo, var ég náttúrulega ekkert með úri, ég var út í Barcelona helgina og sitt þess að skemmta og fékk eitt frídag og ég bara, þú veist, var með bara, þú veist, Samsung appið, Samsung Health, byrjar bara að trakka þegar maður fer í hreyfingu, skilurðu, þó maður sé ekki með úrið tengt eða eitthvað. Og þessi dagur í Barcelona var hátt í 30.000 skref og mér fannst svo geðveitt og ég hugsaði svona okkur var ég ekki með úrið af því það er nákvæmara heldur en appið þannig að það hefur verið meira en 30.000 skref inn í end sko. En spurningi mín næsta var akkurat þetta, þú veist, heldur það svona app eða úr þessi hvatning eða heldur þetta sé kannski smá streituvaldur? Fyrir mér er þetta engin streituvaldur þú veist, fyrir mér er þetta bara svona maður hugsa bara, goddammit núna en þú veist, þá er maður kannski meira svona í grín í haustum meira svona grínast í haustum og mér bara, ég var svona, nú telur þessi æfing ekki neitt, af því þú ert ekki með úrið en þú veist, auðvitað veit ég hún telur en þú veist, fyrir mér er þetta meira bara svona mér skaman að fylgjast með úrinu og ég er búin að læra ótrúlega mikið eitthvað svona púlsinn minn og svona alls konar sem bara er í úrinu sem ég finnst gaman að fylgjast með þetta er meira svona, fyrir mér eitthvað svona skemmtun bara svona takkaskemmtun og eitthvað svona þannig en þú veist, fyrir mér er þetta ekkert eitthvað svona þetta er ekkert endilega hvetjandi eða letjandi eða neitt þannig sko. Ég nefnilega var að því ég er líka með svona fínt Garmin úr sem telur svefnin og ég var aðalega að nota þetta, ég náttúrulega trakka æfingastundum og svona en svefnin var svona það aðalega og ég ákvað bara að hætta að skoða það á morgnana af því að þetta var fara að vera bara svona svaf ég vel eða ekki að kíkja úrið úrið segir mér ekkert hvort ég svaf vel ég finn það einmitt, ég hef einmitt ekki verið ég er aldrei með úr sko nema bara þegar ef ég er að skemmta og þá gæti það alveg verið, þú veist, ég kannski með gullúr en það virkar ekki, þú veist, þetta er bara upp á til að vera skarti við, bara blingið sko þannig að ég er eiginlega bara með úr sko þegar ég er á æfingu eða er eitthvað að hreyfa mig sko, þannig að og ég hef einmitt ekki ég myndi aldrei að þetta væri fyrir mér ef ég myndi finna svona, þú veist, þetta er eitthvað hefta mig ef ég fer að sofa með það sko hana, en einmitt, svo bara vakna maður á morgnana og bara, það var bara fín nótt þú veist, fylgist ekki með REM-svefni eða hvað þetta heitir þannig að ef einhver þetta fyrir að valda ykkur streitu verið að kíkja úr eða appið, þá skulle þið hætta því einmitt ef þetta er peppandi, bara go for it nákvæmlega Heiði, kannski svona lokum að því ég veit að þú ert í tímaþröng en mér langar svolítið aðeins að spyrja bara um húmor af því að þú ert húmor hvernig áhrif tilur það að húmor hafa á heilsuna? Ég held að húmor sé bara það besta sem að, þú veist, bara besta meðali við andlegri og líkamlegri heilsu. Það er bara algjörlega blákalt mat mitt að, þú veist, að það að hlæja eða vera í kringum einhvern sem er í svona smá galsa eða gleði, þú veist, að vita allir sem hafa farið bara, þú veist, setjast með vinkonunum í saumó eða eitthvað og vera bara, þú veist, tala um einhverja gamla tíma og hlæja eins og astna, þú veist, það er engin víma betri heldur en svo víma, sko. Þannig að ég hef alltaf verið bara svona, maður má aldrei missa húmórin úr lífi sínu eða maður má aldrei missa, maður þarf alltaf að passa líka upp á þú veist, bara vini sína, skilurðu, þú veist, að ef maður sér að einhvernum vinimanns eða vinkonu líður ekki vel að, þú veist, reyna þá að aðeins að, þú veist, gefa af sér í húmórnum til að fá brosið, sko. Þannig að því, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað andleg heilsa fyrir þig, að því að, þú veist, húmórin er svo smitandi, sko. Algjörlega.
þannig að þú veist að ég held að sé ekkert meira smitandi í heiminum heldur en smá galsi og húmor sko. Og einhvers staðar heyrði ég, við brosum öll á sama tungumáli. Nákvæmlega, þú veist, og það bara að vera út að hlaupa, bara Kársnesringinn, þú veist, bara það að henda góðan daginn með smá brosi, þú veist, ég var í heimnasteginu með vinkonum minni og ég heilsaði öllum sem komu, skiluru, hún var bara, vá, þú ert að heilsa öllum og ég bara svona, stundum finnst mér bara eitthvað svo asnallt að vera labba fram með fólki og vera ekki góðan daginn, smá bros, skiluru, þú veist, þú veist ekki, kannski er þessi manneski bara, þetta er klísju setningin en kannski var hann bara einhvern ömurlegan dag en mætir svo einhverju brosandi manneski og þú ert bara eitthvað, ok, þú veist, næs, hún sá mig, þú veist, þessi manneski sem ég mætti hérna í himnasteginu, hún sá að ég var til, þú veist, þannig að það er bara ótrúlega svona litil hlutir sem að geta gefið svo ótrúlega mikið á þá staði sem að kannski þarf á að halda. Ég er bara 100% sammála þar sko. Já. Brosum til allra sem við mætum. Já, 100%. En ég upplifi þig að því að það hefur mikið verið að tala um sjálfsmynd og svona. Ég upplifi þig svona með góða sjálfsmynd. Já. Telur það sjálf vera? Og hverju myndir ráðleggja til þeirra sem eru kannski ekki í þeim sporum? Þú veist, ég fór alveg samt í gegnum úlingsárun og var bara eitthvað þú veist, hér, þú sem er bara ótrúlega eðlilegt í hormóna flippinu sko. En þú veist, já, ég er með mjög góða sjálfsmynd og ég að því ég hef alltaf hugsað bara, þú veist, ef að mér finnst ég ekki flott og fín, þú veist, ekki það, guð mig góður, ég hef alveg daga sem er bara eitthvað, þú veist, bara eins og allir, en ef maður sjálfur getur ekki hort á sig í spegli og verið bara ánað með það sem að, þú veist, að við erum öll mismunandi, þú veist, við erum öll mismunandi vaxin og mismunandi formi og líkama og eitthvað svona, en þú veist, að maður getur ekki hort í speglin og verið bara svona, ok, þú veist, ég er allavega með fallegan auglit, þú veist, að sjá eitthvað í speglinum sem er svona, ok, þetta er fallegt við sjálfa mig, að þú veist, þá þarf maður að horfa eins fastar í speilin og vera bara svona, hvar er þetta sem að mér finnst að vera fallegt en auðvitað eru margir að núti sem að horfa í speilin og bara eitthvað, þú veist, bullshit, það er ekkert fallegt við mig, þú veist, það er eitthvað fallegt við alla þannig að þú veist, ég reyni alltaf að segja við, þú veist, eins og úlingsdóttur mína, bara eitthvað svona, þú veist, ef þú getur ekki hort í speilin og séð hvað ert falleg að, þú veist, hver á þá, þú veist, það er maður sjálfur sem býr til þessa sjálfsmynd, þú veist, að því það er enginn að úti sem er að pæli hvernig maður er það er enginn sem labba fram hjá mér og er bara eitthvað býtu, akkur er Eva með bólu og hökunni, þú veist, það er enginn sem pælir í þessu, ef maður sjálfur sko, þannig að þetta er bara svolítið, maður þarf að finna þetta svolítið svona aðeins, maður þarf kannski að grafa ótrúlega djúpt til þess, en þú veist, en smátt og smátt þarf maður bara að vakna, fara fyrir fram á speilin sem allir fara hvern einasta morgun bara busta tennurnar að þú hendurnar eða eitthvað og finna einhvað eitt og vera það bara, ok, þú veist, ég er með ógæðslega fallegan auglit, þú veist, ef að þér finnst það eina sem að þér finnst vera fallegt þannig að, þú veist, þannig að maður þarf stundum að grafa djúpt og svo bara upp með höguna og út í lífið, sko Já, ef við reynum að taka þetta aðeins saman bara í lokin, þá, þú veist, heyri ég að þú hugsar vel um heilsuna og hvernig er þá bara svona draumadagur hjá þér og kannski hvað er það sem gefur þér mest? Draumadagur hjá mér það er að komast á æfinguna mína 8:30 á morgnana sko ég elska að fara og hitta Hjálmar á morgnana ég hef þetta að bjóða honum með og þú veist að taka eitthvað, þú veist við erum oft í alls konar tökum saman og það er ótrúlega mikið hlegið og ótrúlega gaman alltaf hjá okkur svo myndi ég fara og hitta Sigga, hinn manni minn í hádegismat þegar hann væri búin að vinna gott að eiga svona 2 mjög gott að eiga 2 sko og já, þú veist, eiginlega bara aðalega hjá mér væri bara að komast út í á æfinguna mína, þú veist, fara ykkur skemmtilega tökur náttúrulega, þú veist, auðvitað maðurinn minn og börnin mín, þú veist, við værum að ég veit ekki, gera eitthvað saman veist, við elskum að fara í bíó það er stóra sjónvarpið mitt, þú veist, fara okkur að gegja að myndi bíó þannig að, þú veist, já en ég bara, draumadagur minn væri bara alltaf ef ég kemist á æfingu á morgnana og svo er ég bara tilbúin út í daginn í ykkur skemmtileg verkefni, sko þannig væri eiginlega bara draumadagur minn, sko það er ekkert flókið. Nei. Þannig að eitthvað eru loka orð? Ég held að loka orðin
Býtum við, ég búin að segja ógeðslega marga góða setningar í svona þætti. Það ekki bara, þú veist, maður bara áaldrei að hætta að láta sig dreyma. Og þú veist, og hlúa að andlegu heilsunu sinni, að því ef hún er á réttu róli, að þá fylgir allt annað með. Það er bara þannig, hvort sem það er, þú veist, líkaminn eða þú veist, gleðin og húmorinn og allt saman, sko. Þú veist, maður það bara, kannski það skopla langt inn í því til að finna það það inni, þó þú finnir það kannski ekki, þá það inni. Og það inn í öllum, ég hef hitt alls konar fólk og unnið með alls konar típum og var á ásatíð fyrir ekkert svo lengur síðan það sem var bara, oh my god, þú lýst bara alla að dansa, þetta fyrirtæki dansar aldrei og það inni í okkur öllum, það eru allir til í smá fjör, sko, þú veist, það þarf bara að vera rétta mannskja sem dregur það út, hvort sem þú ert sjálfur eða makiðinn eða hvað sem er, sko. Við erum aldrei of gömul til að leika okkur, sko. Við erum aldrei of gömul til að leika okkur, nákvæmlega. Er það ekki bara geggjur lokaorð? Það er aldrei of gömul til að leika ykkur. Það er gott að ég fói einu sinni lokaorð. Ég segi það, þetta er þín lokaorð. Það er takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma, Eva, og lyfta okkur hinum upp. Það er bara takk fyrir og takk fyrir að fá mig. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum, því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.